Svona, heil og sæl og gleðilegt fullt tungl á þessum dásamlega degi, þriðji í aðventu. Ég ætla að kveikja hérna myndbandinu í símanum svo ég geti fylgst með. Heil og, það er bæði mynd og hljóð, dásamlegt. Ég geta séð ef að eitthvað fyrir úrskeiðis, dettur út eða ef það er eitthvað komment sem ég þarf að svara. Annars þá bara góða kvöldið, gaman að vera með ykkur, gleðilegt fullt tungl í tvíburum. Svolítið áhugaverðir tímar sem er búið að vera núna. Það er þriðji aðventu, það er fullt tungl og þá föstudaginn 13. og föstudaginn núna. Þannig að það er búið svona ýmislegt í gangi svona fyrir utan það að þetta er náttúrulega bara vertíð þar sem að er rosa margt að gerast og fólk að brasa ýmislegt. Er mikið að stunda ykkur svona að virkið félagslega þáttinn. Sumir að þetta kannski pínu og auka streitum, auka álægi. Þetta er oft svolítið sérstakur tími en ég vona að við séum öll að eiga góða aðventu. Ég er með 3 stokka eins og venjulega og svo eru monologspilin hérna á kantinum að verða með. En við erum með hér Conscious Spirit. Ég hef notað þau alveg þó nokkuð mikið síðan ég fekk með aðstöðu. Svo klassíski, monologi. Og svo erum við með Maríu Magdalenu spilin. Og það eru þá þessi hér, maður sjá. Akkurat. Glampar svolítið. Það er svona glans í letrinu þannig að það glampar svolítið á. Ég vona að við sjá þetta alveg yndislega spil. Og svo erum við með Manifestation og Messages hérna með í lokin. En þá ætla ég að lækka skjáinn, leyfa ykkur að tengja við spilin og ég ætla aðeins að tala tunglið og orkuna. En hér er spilin. Það er hér Conscious Spirit, monologi hérna í miðjunni og svo Maríu Magdalenu spilin hérna síðust. Nú, þetta fullt tungl í tvíburum. Það er svolítið áhugaverð orkan með því að það er verið svona með þessar orku að ýta okkur aðeins í að koma heim í miðjun okkar. Af því að tvíburinn hann á til að fara svolítið víða öll þegar hann er að kanna orkuna sína í öllu öðru með svo stórt sjónarhorn og tvíburinn hann er svo mikið samskiptatákn og er svolítið þessi spegill sem við höfum í okkur sjálfum við aðra. Að þegar við hittum annað fólk að þá erum við alltaf einhvern veginn ósjálfrátt í kannski einhverjum samanburði og líka að spegla okkur hver ég, ef ég set sjálfa mig í sjónarhorn þessara manneskju eða ef ég myndi horfa á mig í þessum aðstæðum. Og það er stundum talað að tvíburinn eigi svolítið til að týna sjálfu sér í þessum speglunum að þeir pikka oft upp orku og svona tjáningu og hegðun annarra. Þau byrja alltaf að spegla annað fólk og þá gleymir stundum sjálfur. En tvíburinn er náttúrulega þetta félagslega merki og ofboðslega félagslegt element í okkur öllum að vera einhvern veginn að sjá okkur í öðrum en þá hættir tvíburinn til að týna svolítið hver hann er án annarra. Það er svona svo mikilvægt fyrir hann að koma hérna heim í miðjuna og taka tjekki af sjálfum sér. Nú og svo þar að auki þá er þetta sko eðli í tvíburunum að skoða hlutina frá mismunandi hliðum með 4 augu í staðinn fyrir 2 og betur sjá augu en auga meina ég að sjá hlutina frá mismunandi sjónarhornum og er alltaf fyrir rannsakandinn út frá því að allt á sig fleiri en eina hlið. En svo líka sko tvíburinn getur haft afturbaka áhrif á sama tíma. Þannig að við erum einhvern veginn að
skoða hlutina í mörgum samhengjum, bera saman við fortíðina, sjá fyrir okkur framtíðina, taka svolítið inn í núið, ekki það núið er einmitt kannski það sem gleymist hvað auðvitast, af því að þetta sem stendur okkur hvað næst, sem er sjálfið og núið, það er yfirleitt þetta sem okkur yfirsést. En með allt sem er í gangi núna, við erum hérna á 3. sunnudegi aðventu og það er svo mikið að vera allstaðar, það er svo, sem er ofboðslega gaman og fallegt, það er svo fallegt að fara núna út þar sem er eitthvað að vera, bara eins og ég kíkti aðeins út í dag, hér í Hafnarfirðinum, niður í Jólaþorpið, ofboðslega falleg stemning og rosalega mikið af fólki, mikið að vera, þannig er þetta, það er svo ríkt núna, þetta með að það er svo mikið að gera allstaðar, mikið af fólki allstaðar, og þó það sé fallegt og yndislegt og dásamlegt að þá eru samt orkuskipti sem eiga sér stað sem að fyrir mig sérlega vel með okkur, sumir nærast á þessu, aðrir tapa orku frá þessu þó þeir finnist þetta gaman. Þannig að það er ofboðslega mikilvægt að taka líka alveg upplagt svona sunnudagskvöldi, komin inn í aðventuna að taka hérna kvöld út af fyrir sig bara til að aðeins að koma heim, kjarna sig, miðja sig og fulla tunglega líka svo góðu tími fyrir það að líta inn á við og skoða sig, koma heim í miðju og eiga svolítið bara, eiga góða stund með sjálfur sér. En við skulum fara í spilin og ég byrja á Conscious Spirit. Byrja á Conscious Spirit. Og þá erum mitt fyrsta spilið er fyrir það sem sagt hvað við erum að sleppa tökunum á og svo skoðum við hvað tunglið er að lýsa upp með ljósi sínu og hvað er þá framundan. En við byrjum á því að skoða þetta sem við erum að sleppa, hvað við erum að láta frá okkur. Og það kemur hér. Gnægðin, allsnægtirnar, ég er þakklátt fyrir allsnægtir náttúrunnar og alheimsins sem er að gefa henni líf mitt. Og hér finnst mér að vera að minna svolítið á þetta að lífið okkar er ríkt í rauninni sama hvað og skoða þessi kringu sig, taka raungildi hlutana inn að lífið snýst ekki peninga, auðlægð eða sko hvað hlutirnir kosta eða magni á hlutunum. Þetta snýst svolítið gæði umfram magn, að njóta og elska og það er kannski ágætt að taka þetta inn núna því að ég veit að það eru margir sem að stressa sig svolítið yfir sko að jólin eigi að vera svo ofboðslega stór, að þeir alltaf vera svo ríkulegt og með sko flæðandi vellistingum og nægði í öllu saman og alla jólagjafir eiga að vera svo stórar og flottar og miklar. Ég veit að þetta vefst fyrir mörgum og er fyrir mörgum einfallega bara kvíðavaldur. En það er hérna verið að minna á að það sko eins og þetta er dásalegt að lifa við allsnægt og gnægð og vellistingar jafnvel og við skulum svo sannarlega njóta þess sem við höfum, að þá er það kannski ekki endilega þegar það skiptir máli og það er verið hérna að minna á bara hvað við höfum, það er ofboðslega ríkulegt og fallegt bara frá náttúrunnar hendi með því bara hvað við höfum innra með okkur, bara gæskan, kærleikurinn, orkan sem að sálin okkar er og eins þetta hvað þetta er rík orka með öðrum líka, það er að segja kærleikurinn og hvað það er gjöfult að eiga tíma með þeim sem við elskum, að vera í gæðastundunum, að njóta einföldu hlutana, að það er þetta sem að gefa lífinu raunverulega fyllingu og
stór hluti af vellystingum lífsins eru þessar stundir og tilfinningar sem við eigum í kærleika. Burt sér frá jólapökkum og fallegum réttum og borðum og skrautborðum og öllu því. Þannig að slepptu tökum á því sem að ekki að gefa lífinu raunverulegt gildi og settu athyglinna á þetta sem að virkilega skiptir máli. Og ef við sjáum þá hér næst hvað erum við að draga athyglinna af. Hvað er fullvatún að lýsa upp með ljósinu sínu. Það er hjartastöðin. Ég elska sjálft mig og aðra óskilyrt og rækta elskuleg sambönd, kærleiksrík sambönd og það er eiginlega bara akkurat það sem ég var að segja, þetta snýst kærleikann. Setjum þetta veraldlega aðeins aftar í forganginn, sleppum tökunum á því að allt þurfa að vera svona og hinsegin og vaða inn í pappír og borða og vera með ákveðnum merki eða stimpli eða hvað nú. Það skiptir raunverulegu máli, það er kærleikurinn. Þannig að elskaðu að vera í núinu með fólkinu þínu, dýrunum þínum, í tilfinningunum þínum. Leiðu hjartað að leiða þig áfram núna í aðvendinu og út árið og helst bara sem oftast. Ef það er að tengjast öðrum og veldu út frá hjartanu. Okkur hættir til að velja stundum út frá einhverju öðru, því miður þá veljum við rosalega oft út frá verðmiða, en það kannski ætti að vera eitthvað staðar svolítið í baksýnisspeglinum. Notum hjartað. Og ef við skoðum hvað er framundan. Það er hér eldvætturinn. Ég kveiki eldinn innra með mér sem tengir mig við æðri mátt. Að það er það hér að með því að líka sleppa tökunum kannski á pressunni sem fylgir oft hátíðunum, pressunni sem fylgir oft þessari auðlegð og gnægð sem við erum með alls þær í kringum okkur. Og leyfum hjartanu bara svolítið að leiða okkur og leyfum hjartanu að njóta og höldum þannig inn ekki bara í hátíðanar heldur fram yfir áramóta inn í næsta ár, bara með hjarta svolítið í forsvari, að þá er það miklu auðveldara að kveikja þennan eld, þessa orku sem við höfum sem tengir okkur við andan, bæði andan okkar og æðri mátt, sama hvaðna við þú vilt kalla það og hvernig þú sér það. Og það byrjar alltaf allt með hjartanu, að við leyfum því svolítið að leiða okkur og treystum því. Hvað skiptir raunverulegu máli? Hvernig ætlum við að velja? Hvað ætlum við að vera? Koma heim í miðjuna, leyfa hjartanu að leiða okkur og tengja síðan aftur við okkar mátt eða okkar anda innra með og umfram okkur. Þegar það er oft auðvelt að missa svolítið tenginguna eða athyglinni á tengingunni, hún lendir oft svona aðeins til hliðar þegar við erum í ís og ös við að græja og gera og undirbúa og allt það. Fáum við aðeins heim í miðju, leyfum hjartanu að leiða okkur. Og fáum hér manifestation spil, stíðum við þetta. Þarna kemur seinna kvart í bómanni sem segir practice gratitude, æfðu þakklæti. Og umfram allt, sérstaklega núna, ég efast ekki að við öll upplifum þakklæti á þessum árstíma og sérstaklega bara á þessum hátíðardögum sem jólin eru.
En það er ágætt að svona kannski gefa því aukinn gaum núna þessi jól. Bara að taka eftir þessum stundum sem við eigum, sérstaklega með ástunum okkur, þökkum fyrir bara hver við erum og að við eigum þetta líf sem við erum í, að við erum hér og nú, og þökkum fyrir að hafa þá sem við elskum í kringum okkur og geta elskað, og þökkum fyrir líka öll fyrri ár og liðna tíð og þá sem að hafa verið með okkur en eru jafnvel farnir. Að þakka bara fyrir minningarnar og gæðastundina sem voru. Þakklæti, það er stór hluti af jólunum, finnst mér. Þá skulum fara yfir í næsta stof. Það eru klassísku monologi. Þá byrja alla hvað er hverju við erum að sleppa tökunum á, hvað er að falla frá okkur. Hérna. Komur eitthvað 2, ég ætla að taka það bæði, það var hérna í smá. Það kemur hér, hafðu trú á draumum þínum, og svo hér kom með því, settu kærleika inn í máli. Þannig að hvað sem það er sem að þú ert að velta fyrir þér, eitthvað sem að þið langar kannski að gera, eða einhver sýn sem þú hefur, að hafðu trú á því og hafðu trú á sjálfu þér. Ekki efast sjálft þig. Mér finnst þetta frekar það tengjast því að sleppa tökunum á efanum heldur en nokkru öðru. Elskaðu hvað það er sem að þið langar til að gera, og aftur kemur náttúrulega bara, að þegar komum til kærleikan inn í stöðuna, að leyfðu kærleikanum að leiða þig og hjartanu. Veljum í hjartanu hvað við ætlum að gera og hvert við ætlum að fara, og leyfðu þér að trúa að allt getur verið á besta veg, að þú getur leyft hjartanu að leiða þig og að það gangi vel. Leyfðu þér líka að trúa að þú getur, að þínir draumar getur ræst, að því að leið og við leyfum okkur að trúa því að við getum uppfyllt draum okkar, þá erum við bara komin til langa leið með að gera það. Með að leyfa þér að trúa umfram hindranir, umfram neikvæðar hugsanir, umfram lítillækkun, er að leyfa þér að prófa að leyfa þér að trúa að þú getur líka láta drauma þína rætast og elskaðu sjálf þig nógu mikið til að gera það. Þá skulum við athuga, gera svona megin skilaboð niður, það er verið að draga athugaðna af, það er tunglið að lýsa upp, og það kemur hér virkt tungl í Fiskum sem segir: finndu jafnvægi milli þess andlega og þess veraldlega. Eða þess í rauninni má segja þetta jafnvægi milli þessa andlega í þér eða þessa hagkvæma í þér, practicality. Þannig kemur aftur þetta með að leyfa hjartanu að leiða sig og ráða svolítið, að það er núna oft sem að þessi haus á okkur, hugurinn, hann vill hugsa allt svo rökrænt og hvað er hagstætt og hvað er raunhæft og hvað er skynsamlegt. Þannig að þetta er kannski líka spennandi að finna jafnvægi í þessu andlega og þessu skynsamlega. Að já, við erum ekkert að leyfa huganum að
að fara bara algjörlega út á glugganum meðan að tilfinningar æða með okkur út í eitthvað gunn. En hins vegar þá þetta líka það að við erum gjörn á að leyfa huganum að stoppa okkur af og finna hindranir, sérstaklega þegar kemur að því að leyfa draumum okkar að rætast og ganga eftir þeim. Þá eru hausinn oft komið með svo margar hindranir. En þarna þarf að vera jafnvægi á og muna að þetta hefur líka bara jafn mikið gildi. Að þetta veraldlega, rökræna, hagkvæma, skynsamlega, það hefur ekki meira gildi heldur en andlega eðli okkar, tilfinningalega eðli okkar og það sem að sálin okkar þarf heldur jafn mikið. Af því það er jafn mikilvægt fyrir okkur að sinna andlegu hliðan okkar rétt eins og öllu hinu. Bara hvort sem við erum að tala um andlega og líkamlega heilsu eða þetta sem við ræktum andlega eða þetta veraldlega og eins þetta hvað við veljum út frá rökhugsun og hvað við veljum með hjartanu bæði er mikilvægt. Og það er þetta bæði er mikilvægt. Að það er ekki eitt umfram hitt. Heldur þarf að vera jafnvægi þarna á milli. Og í nútíma lífinu þá, og hefur verið lengi, þá eru rosalega gjörn á að taka þetta hagkvæma og rökræna og veraldlega fram yfir þetta andlega og tilfinningalega. Og það getur verið svolítið snúa sér tilbaka og finna jafnvægi á þessu. Og oft á tíðan fáum við ekki bara efa heldur samviskubit þegar við leyfum bara innsæðinu og andlegu hliðina okkar að velja. En við þurfum líka að rækta það. Og það skulle aðtöfla framöndan hér. Og hér kemur þú ert alveg nógu gott. Þú ert nógu gott. Þú gerir nógu vel. Þú ert alveg nógu klárt. Þú ert alveg nógu fallegt. Þú ert alveg nógu gott. Þú ert alveg nógu duglegt. Þannig að hvað sem það er sem þú ert að gera, þú ert nóg. Þú þarft ekki að vera meira en það sem þú ert. Þú ert fullkomnið eins og þú ert bara núna, hér og nú. Og sérstaklega þegar kemur að því að finna jafnvægi hér á þessu andlega og veraldlega. Því miður þá er oft sem að við meinum okkur eitthvað af því að okkur finnst við ekki eiga það skilið, ekki hafa unnið okkur það inn og við megum alls ekki eiga fjármunum í að rækta okkur sjálf, hvort sem það er andlega eða líkamlega. En þú átt að skilið, þú átt alltaf skilið að þú veljir fyrir þig það sem er gott fyrir þig. Og umfram allt þá ertu bara alveg nóg, þú ert alveg nóg gott. Þú þarft ekki að breyta sjálf þig, þú þarft ekki að laga sjálf þig, bara með því að rækta hver þú ert. Rækta kærleikaðinn, gleðina þína, hamingjuna þína, þá ertu á réttri leið. Það er það sem skiptir máli. Það skulum fá manifestation spila þetta. Það er hér nýtt tungl í bómanni, focus on the positive, einföldur á þessu jákvæða. Ekki mála skrattan á vegginn. Eða gera lítið úr, alls ekki gera lítið úr sjálfur. Þú átt skilið það sem þú ert að gera fyrir þig. Taktu eftir hvað það er að hafa góð áhrif á þig og hvað það er að bæta lífið þitt. Og þegar mér finnst ég vera að tala hérna við einstaklingar sem eru svo mikið að pæla í sjálfum sér, ekki endilega öllu í kringu sig heldur er að gera fyrir sjálf sig. Að taktu eftir góðu hlutunum með þér.
jákvæðu hliðan á þínum, hvað þú gefur mikið af þér, hvað þú kannt mikið, veist mikið, gerir mikið. Það býr ofboðsleg fegurð í okkur öllum þér líka. Þannig að leyfðu kærleikanum að vera með þér, ræktaðu kærleikan bæði fyrir þig og fyrir aðra og sérstaklega fyrir þig á þann hátt að þú finnir bara hvað þú ert elskað. Þannig að horfðu svolítið á jákvæðu hliðina þína, vertu gott við þig. Það er gott að gefa af sér en þú líka að gefa til þín og elska þig eins og þú ert, af því að þú ert alveg nóg. Það sem gerir nóga mikið. Og þá ætlum við fara í næsta stofti, það eru María Magdalenu-spilin. Veit ekki hvort ég hafa einhvern veginn notað þau svona við tunglestur. En ég hef alveg notað þau þó nokkuð síðan ég eignast, ég held ég hafa keypt þau í vor. Og þau eru alveg ofboðslega mild. Byrjum á því að þegar við erum að sleppa tökunum á þér. Afturspil. Það eru hér eggið, allt kemur innan frá okkur og svo vitnisburðurinn, kærleikurinn er sterkari en dauðinn og það eiginlega þetta vísir í þetta sama sko, að við þurfum ekki að sanna kærleikann, við þurfum ekki að fá samþykki frá öðrum eða sanna fyrir öðrum hvað býr í okkur, hvað býr innra með okkur. Og leið og við stígum inn í það að ætla að fara sanna fyrir öðrum hvað við erum, kunnum, vitum, getum, að þá erum við farin að gera hlutina á annarra manna forsendum og þá erum við farin að byggja okkar eigið gildi á annarra manna skoðun. En þetta kemur innan frá okkur. Allt sem við erum byrjar innan í okkur og það er þaðan sem við þurfum að rækta. Við þurfum að vökva inn á við og leyfa því að blómstra. Í staðinn fyrir það eins og samfélagið hefur kannski mótað mörg okkar og er mjög algengt og ekki það að við gerum þetta öll einhvern tímann og það er svolítið egoið sem að stígur þar inn og kallar eftir því. Það er að segja ef að egoið er vanrækt og neikvætt og þá kallar það eftir samþykki út fyrir sig, utanfrá. Að vökva þegar við erum með utanaðkomandi næringu, það er að segja annarra manna áliti eða skoðun eða samþykki. En þetta kemur allt saman innan frá okkur, það er það sem skiptir máli. Við byrjum á að rækta okkur sjálf innan frá. Þannig að mundu, innan í okkur er lítið egg og það er þetta litla egg sem við þurfum að halda hita á, hlúa að, vera mjúkt og milt við af því að við viljum ekki brjóta það. Og það er þetta litla egg innan í okkur sem við erum að næra og halda utanum. Og við gerum það innanfrá, ekki með utanaðkomandi orku. Og við athugum hver helstu skilaboð, hvað er verið að draga athygli okkar að. Hvað er þetta tunglið að lýsa upp? Og það er hér eftirgjöfun, ég er í góðum höndum. Og þarna kemur þetta að treysta sjálfum okkur, heiminum, aðri mætti hvað sem við köllum það og hvernig við sjáum það. En það er þetta að treysta að við séum elskuð, að við séum örugg, að það sé í lagi og að við megum vera eins og við erum.
að gefa eftir og treysta og trúa að við séum örugg. Það er hægara sagt en gert og við þurfum öll að minna okkur á þetta af og til. En það er þetta að treysta því að við séum örugg og í öruggum höndum, að alheimurinn og kærleikurinn haldi utan um okkur og leið okkur niður rétta braut. Og það er einmitt sérstaklega með því að gefa eftir og treysta í kærleiksorkuna innra með okkur, þetta sem hefst innan í okkur, að treysta því og leyfa því að leiða okkur. Í staðan fyrir að alltaf fara að brjóta upp nýjan farveg og færa okkur eftir annarri leið eða öðrum farvegi sem að byggir kannski jafnvel með þetta á vitnisburði og athygli og samþykki annarra en okkar sjálfs. Þannig að leyfa þessu litla eggið innan í okkur, leyfa því að leiða okkur og treysta að allt fari vel. Það við skoðum hvað framöndan hér. Jú, skilja það, komið ekki það. Já, akkurat. Það er hér frelsið. Ég kalla þingað til að vera frjálst og það á við okkur öll. Af hverju sálin okkar, andin okkar er á jörðinni núna og fyrir ykkur sem að trúið á það er kannski aftur og aftur og aftur hérna. Af hverju kemur sálin alltaf aftur hingað? Við erum hérna til að vera frjáls og vera frjálst sem við sjálf. Það er það sem skiptir máli og það er líka þetta sem það skiptir máli, að við erum frjáls okkar skoðanir, okkar ákvarðanir og okkar líf. Því fylgir að sjálfsögðu líka svo ábyrgð að það eru við sem að ráðum okkur sjálf. Við berum ábyrgð á okkur. Við stjórnum auðvitað ekki öðrum, en okkar líf er okkar eigið og það er okkar að velja. Og einmitt út frá egginu hérna, þetta er litla sem býr inn í okkur. Og svo er hérna með því auga hjartans sem segir við búum yfir fjársjóði og það er aftur þetta hér, eggið innan með okkur. Það er fjársjóðurinn, þessi litla baun inn í okkur sem við reynum á eftir besti getu haldið og tunum passa upp á og rækta. Það er okkar stærsti fjársjóður. Hver við erum, sálin okkar, kærleikurinn okkar, kærleiksorkan okkar, hjartað okkar, hvað sem við viljum kalla það er okkar stærsti fjársjóður. Og með því þá erum við fjársjóður, öll sem eitt. Sálin er dýrmæt, dásamleg og yndisleg, þetta er að fallegasta sem við eigum. Þannig að við skulum fara vel með það og rækta það og hlúa því. Við skulum fá manifestation spil á þetta. Og það er hér fullt tungl í sportdrekka sem segir andaðu gegnum spennuna. Þannig að ef að það er þessi efi í kringum allt sem ég er búin að vera að segja og ef það er spenna í loftinu og jafnvel flóknar, erfiðar tilfinningar, að staldra við og taktu góðan andardrátt og leyfðu spennuna að fjara út. Það er aftur hægara sagt en gert. Aðstæður fólks eru mjög mismunandi, en bara að finna þetta, taka eftir spennunni sem að myndast í okkur, veit henni athygli, viðurkenna hana og anda djúpt inn og reyna að sleppa alltaf smá saman, meira og meira aðeins með hverjum andardrætti út. Að þannig anda sig gegnum tilfinningar og spennu
sem eiga sér stað. Ok, og þá skulum við færa okkur yfir í messages stokkinn, fá hér ein stutt skilaboð fyrir heildina, eitthvað fyrir okkur öll. Ok, við komum hér 2 og fyrsta spilið tónsljós sem að táknar galdurinn, að leyfum okkar að njóta, taka eftir tunglinu og sérstaklega núna því að náttúrulega fullt tungl, þannig að tunglið að gefa okkur aðeins meiri birtu, við sjáum aðeins betur, tökum eftir því, njótum þess og finnum bara, ég trúi ekki öðru en að sama hverjar skoðunar eða trúarmaður eða jafnvel án trúar að það einhver galdur í ljósi fulla tunglsins. Það alveg ástæða fyrir að manneskjan hefur alltaf dregist að tunglinu og fylgst með því og bara stjörnuna líka. Að burt sér frá skoðunum og trú að bara taka hans eftir. Bara því sem að náttúran hefur gefið okkur þessi stórkostlega smíði sem að alheimurinn okkar það að það sé hér tungl sem að fer hring eftir hring í kringum þessa jörðu og tekur alltaf mismunandi lögum eftir skuggum jarðarinnar og sólarinnar. Það eitt og sér náttúrulega bara snillt af smíði. Af hverju ekki bara að leyfa sér að dásta því og njóta þess, hvort sem að maður kalla galdur eitthvað annað. Og svo hér spegilmynd tunglsins sem segir taktu ábyrgð, eða sem sagt, já, taktu ábyrgð og sem sagt þegðu ábyrgðina sem að tilheyrir okkur öllum, þetta með að við berum öll ábyrgð okkur sjálfum, okkar eigin rækt og okkar eigin tjáningu og tilfinningum. Þannig að mundu að koma svolítið heim og tékka sjálfu þér, það með það sem þetta tungl fjallar svolítið miklu, að koma heim í miðju og taka stöðuna á sjálfum sér. Taktu ábyrgð á því hver þú ert. Það á þína ábyrgð ávallt að hlúa að þér og gera það sem þú þarft að gera fyrir þig. Hvort sem að þið að fara út að skokka eða vefið henni teppi með kakóbolla. Bara hvað sem eða hugleiða, eða fyrir jóga, eða hvað nú skiptir máli, þetta sem þú þarft akkur núna til þess að næra þig, það á þína ábyrgð á framkvæmna. Ok. Og þá erum við bara búin og ég ætla að reisa skjáin aftur við. Svona, og þá ég hérna komin aftur. Og bara, já, dásamleg. 3 skemmtilega lestrar fannst mér og hérna svolítið ólík orka í það öllum en svona sameiginlegur þráður eins og ég held ég örugglega rosalega oft sagt þegar ég hef verið að lyfta skjánum upp aftur og koma tilbaka að þó það sé ólík orka og ólík skilaboð það oft sem að það þessi þráður sem tengist því sem í gangi í orkunni núna kringum tunglið. En ég nýtist alltaf að eiga þessu stund með ykkur og bara vona að skilaboðin rati sönnurrétti þeirra sem þurfa að halda að koma á gagni. Ég verð aftur hérna eftir cirka 2 vikur þá á nýju tungli sem þá örugglega nýtt tungl í Steingate. Já, alveg örugglega. Ég held ekki að bulla. Þetta síðasta fulla tungl ársins. Þannig að það þá næst fullt tungl í janúar eftir bil mánuð. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig og takk fyrir áheyrnina. Vonaði eigi gott kvöld og njótið orkunnar og njótið aðventunar. Þannig að ég segi bara aftur takk fyrir mig og eigi gott kvöld.